Felst í því að smíða prótótýpu af fyrirlestravefi fyrir vefforritun. Gefin eru gögn í JSON-skjali sem sækja þarf með Ajax í hvert skipti sem síðan er hlaðið upp og það verður að keyra vefinn með browsersync til að það virki. Hér eru aðrar almennar upplýsingar en vefurinn skiptist upp í forsíðu og fyrirlestur og þessir fyrirlestur eru allir lestir upp úr þessum lectures JSON gögnum þar sem hver fyrirlestur getur haft eftirfarandi gögn og fyrir efnið sem er fylgi af, eða content sem er fylgi af efni fyrirlesturins þá er alltaf gefið type og data þar sem type getur verið eftirfarandi og þá þýðir data mismunandi fyrir hvert hlut. Eins og áður á að vinna verkefnið í hóp og nota Git og GitHub, hafa README, síðan er slatti af tækjum og tólum og það er mikið sett upp í verkefninu en setja þarf upp bæði Rollup og Babel sem við förum yfir í seinasta fyrirlesturinn. Ef við skoðum hvernig virknin er, þá er síðan hérna með haus, við höfum hérna lista af fyrirlesturum. Við getum smellt á þessa takka hérna til þess að filtera. Ef við höfum smellt á 2 takka í einu, þá fáum við allt það sem valið er. Fjarlægum þetta, bætum við JavaScript, sáum þá CSS og JavaScript og það er það sama að hafa kveikt á öllu og hafa kveikt á engu. Síðan ef við förum inn í fyrirlestur, þá er hann settur saman úr gögnunum í lectures JSON. Þannig að við sjáum hvernig þetta er hér. Ef við förum hérna og skoðum hvernig þetta lítur út hérna, þá er hér slug, title, það er hérna slug og title, kategóri er hér og síðan koma þessir data-gaurar hérna allir í röð. Hérna er listi með 4 atriðum og hann er birtur hérna. Ef við skoðum síðan hvernig þetta lítur saman allt saman út með griddinu, þá liggur þetta á griddi og við fyrir tilbaka í yfirlitið. Þá liggja þessi hlutir hér á griddinu og við skoðum hvernig skalast niður. Það var það hugsanlega ekki alveg best í heimi en við erum ekki einbeitt okkur það mikið af CSS í þessu verkefni. Síðan ef við förum inn á einhvern fyrirlestur og förum gegnum hann og lærum þetta alveg, þá getum við sagt hérna að við erum búin að klára þennan fyrirlestur, förum tilbaka, þá er búin að merkja við hann hér. Þá getum við farið í annan fyrirlestur, farið næst í honum, klárað, tilbaka, það er hér. Þetta er vistað í local storage.